Daginn 7. janúar, fyrsti þátturinn á árinu. Auðvitað Blöndal heiti ég, sitt í mínu sæti hér við takkana því ég treysti engum öðrum fyrir þeim. Einu í krúinu sem kann á þá, en það er það, svona 10 ára starfsnám að læra á þess að taka þetta, sveimir þá. Við erum ekki með fullan bát af þessu sinni, en fyrirliðin, hann er á sínum stað, hann heitir Egill Einarsson og ég ætla að byrja þér, hvernig ertu? Ég hef bara ekki verið betri á æfum minn. Það er gott að heyra. Mikið gott að heyra. Já, þú ert í gír, því þú varst að væla þegar þú labbaði inn í stúdíói. Já, ég er að væli að vera kallt, sko. Já, þetta er heldur kallt. Það er alltaf verið að minna mann á hversu leiðilegur janúar mánuðurinn er. Þetta er viðbjóður. Ég bara labbaði hérna frá Lífa og hérna yfir. Ég fekk hann eitt lightbjór þar og ég veist, þetta er svona mestalagi, þetta er svona, ég veit ekki, 45 metra, 50 metra mestalagi og ég var næstu því út. Það er svo kallt. Þetta er ekki eðlilegt. Steindi Junior, maðurinn sem aldrei verður veikur, er heima hjá sig veikur, ætlaði nú að hlusta þáttinn, sagðan. Hann er heima með 40 stig, hitabúnur með 40 stig alla vikuna. Já, við rættum það í blökastinu, hann misti líka blökastinu. Í hans stað er litli bróður þáttarins sem hefur ekki held ég verið hérna í, rúmt ára allavega. Rikki G, verður velkominn. Kærar þakkir. Hvernig ertu? Herðu, ég segi eins og gilsarinn, ég gæti eiginlega vart verið betri sjálfur. Þú varst líka kvarta rétt áður við byrjum þáttina, mjög fyndið, því að ég held að væri motto á þáttarins að ljúga ekki á hlustendum, þeir voru báði grenjandi yfir kulda. Já, þetta er náttúrulega ekki hægt, sko. Þetta er orðið svolítið sleitulust í mánuð. Mér finnst gaman að grenja yfir kulda. Já, það er ekkert íslenskar heldur en að væli. Eftir 4 daga er ég 25 gráðum, sko. Já, þá ættir þú ekki að væla, ég er ekki að fara út eins og þú. En er ekki búið að vera núna 10 stiga frost í 2-3 vikur? Nei, síðan bara 10. desember. Viðbjöður. Bara 10. desember, stanslaust, mínus 10 meira. Ég sá, það er gjótt sem að segja mínus 20 í bílnum. Já, þú ert náttúrulega upp á fjalli hérna í Kópavogi. Já, ég er upp á fjalli. Mínus 20, það er hæsandi. Það er heldur kallt. Man getur ekki verið í gallabuxum. Það er kallt. Ég fór daginn út í bíl, ég var á leiðin í brennsluna og ég var næstu búin að snúa við og bara segja ég væri veikur. Ég bara gati þetta ekki, sko. Bara byrja að skafa bílinn og bara, þú veist, þetta er ekki hægt. Þú ert alltaf á Beamer núna. Nei, ég er náttúrulega ekki á Beamer. Það var ekki BMF í ykkur 5 ár, sko. Hvað var það BMF-ið, maður? Seldan. Á hverju? Á styrla. Var það ekki draumabíllinn? Jú, ég keifti hann, sko, og bara sá eftir korter, sko. Ég keifti hann svona í. Þú varst líka, það var ekki afturhjóladrifin svona, það var svo handrukkar að dreki. Þetta er versta fjárfesting sem ég gert. Þú keiftir hann þessar vetri til. Ég keifti hann á vetri til og ég keifti hann fyrir 2,5 miljón, samt var hann 15 ára gammal, sko. Það var satt sexy og flottur á. Það er eitthvað svona fósettabíl, sko, eitt einhvern 23 og 100, sko. Venda bara mig, það er ekkert efna á að borga bensín á. Ég maður sá ekkert í hvítum gallabuxum og í hvítri skyrtu á bílnum. Það er eitthvað rosalegasta lúk sem ég sé. Það er mynda Instagram. Þegar maður horfði líka hérna út einu sinni og hann lagði bimmanum og stegi í svona nýþröngu hvítu buxum sínum. Ertu hættur hún að hvítu gallabuxum líka? Já, það eru farnar. Ég er búin að taka heldur mikið til hjá mér bara svona. Það eru tennibuxur. Þú talar þetta eru fyrir 15 árum. Hvernig sendur það? 2-3 ár? Já, þetta eru 3 ár síðan. Það er búin að taka til. Hvíta buxur eru sexy, sko. Það er líka mjög vinsælar þetta. Ég hef aldrei ekki þátt í því eitthvað. Það fer líka eftir hvernig þú ert, sko. Hvernig þú púlar hvítu buxurnar, sko. Sumarlega hvíta buxur og skyrta við. Ég hef ekki átt þú einhverja hvíta buxur? Já, svona tenni hvíta buxur. Ég er ekki mikið með það heima, mínus 20, sko. Nei, ég væri til í svona hvítan hörbuxur, ég væri til í það. Ég held þú muni seint sjá mig í hvítum gallabuxum á bimmanum. Ég held samt þú væri geggjaður. Já, ég get skoða. Ég tók þetta út og... En hvað fegstu þér í bílinn? Keiftir hann á hvað? Ég keifti hann á 2,5 og ég seldi hann árið setna, ég tapaði 1200.000 á hann. Ég seldi hann á 1300. 1200.000? Já. Jesus. Enda bílasælinn, hann alltaf hlóði ekkert eðla mikið. Ég er náttúrulega prútaði ekkert, sko. Ég var svo ánægði með því pröfukerfin. Ég bara sagði hvað ég á að borga, sko. Þú verður drauma viðskiptavinnur hjá bílasálanum, sko. Bara basically staðan, sko. Hvað kostar þessi bimmi á það? Ég held að vera svona mér til vartar að vera sett á hann 2,650. Það ánar hann lækka niður í 2,5 fyrir mig. Já, en það er svona kaup sem maður lærir á. Heldur betur maður. Bestu kaup ævi minnar eru Hyundai Coupin, þó ég kalli það vestu kaup ævi. Ég er bara, við erum með 2 bíla, ég er með bara eitt sem við eigum, Peugeot. Bara 308, helviti fýtt bara. Fjölskyldubíl og svo er ég rekstralega. Luxusbimmi, eða svona luxusbúna jeppið, ekki? Já, ég sá einhverjum Instagram leikana. Influencerinn komin á frían bíl. Ég er komin á Hyundai Konu. Hyundai Kona, já. Lappaður inn og sagði bara, Rikki G, þetta er follow hérna, þetta er sem ég geri, ég er í útöppinu, reddi með bíl núna. Þú ert á Konu bara allan daginn?
Já, Það er bara mótnið til kvölds. Já, þetta er Það var út í það að ferði. ekki heyrt þennan maður. Ekki múin að heyra þennan. Þetta var Hyundai Já, það er bara fínt maður. Það er aldrei að taka bensín. Hvað er svona, nú er ofta Fully electric eða? Já. Já, Hvað kemst þetta á hlæðslun? Þetta eru 400 kilometrar. Já Og kemst það í 20 stiga frosti? Æ, þú veist, tökur kannski 100 af því, mínus 11. Hyundai kona Rósað nafn En hvernig er, nú er oft talað sem eitt stærsta influencer landsins. Þú ert á samningi hjá bílaleigum, þú ert með ísinn hérna í Perlunni. Hyundai, ísinn Það þarf að vera í döðlutna Þetta málega, maður á ekki að fela þetta sko, því að annars farið eftirlitið á því sko. þú er alltaf að segja bara hver er að Ég spónsa kann það, ég fekk brefin úr lúunum daginn sko. Fekstu bréf? Já, Það sem influencer lendi, þið fór bréf sko. Hvað stóð þessu helst bréfi? þetta var bara áminning. Mun alltaf að gera grein fyrir samstarf. Og tóktu þetta bréf og afðurðið upp á rektið það? Nei, það er þetta ekki. Ég hafði ekki upp á rektið það sko. Út ekki Bara tók þetta bara til mín. Og lagðist ekkert í döðlubaðið bara og reyktir þetta blað? Nei, ég gerði það ekki. Ég veit, það er heldur gaman eða maður. En við sendum kveðjur upp í Mosó, elsku Sleindi okkar, hann er ekki vúrtveikur, ég geti staðfest það. Var Blöð mikið vúrtveikur eða? Já, Blöð var veikur 2 dagi í mánuði vúrt, það sem hann átt inni. Alltaf síni 2 veikir þetta. Já, svo skellur ef hann loksins veiktist. Þetta var svolítið úlfur sko. Maður kannast við þetta úr IKEA-dögunum sko. En þú veist, hann sendi mynd af sér Steinþór í grúpchati hjá okkur hérna. Og svona án gríns, þetta var bara ég hef aldrei séð svona mynd á hann. Hann var það hvítur hann var næstu bara eins og dáinn og það sveittur einhvern veginn allur. Það var ótrúlega mynd, ég get ekki gert honum að hann hittir street sko. En veistu hverjum ég vorkinni mest í þessu veikindum Steinda? Það er, heilbrigðiskerfinu hér á Íslandi. Því að það er nógu mikið á þau lagt svo ég sé ekki með Nóiðan Steinda Junior upp í Mosó. Ég held að hann sé búin að ringja 3 niður eftir og hann fór í dag og hitti læknir. Já, hann er ekki bara að ringja mjög oftar. Segja við okkur bara að ringja 3 sko. Býta af hverju? Hann finnst ekki eðlilegt að hann sé búin að liggja 5 daga því að hann verður aldrei veikur. Hann alltaf fannst eins og hann var að fá eitthvað nakkana því að Egil sá okkur heilahimnubólgusöguna sína í blöðkastinu. Þannig að fyrsta sem hann hugsaði þegar hann var með 40 stið hitti, herru, ég er með eitthvað djöflin í nakkanum líka. Ég segi söguna með heilahimnubólguna þarna bara fyrir stuttu síðan, rétt á lendir í þessu. Hann að leið og hann fær hausverk, eitthvað smá svona, eitthvað stífur í nakkan, og þá heldur hann sér komið með heilanubólgu. Og þá ringir hann beint í læknin, hann að það er álfur álag á. Það er búið að leggja nóga á þetta heilbrigðiskerfi okkar svo að Steindi sé ekki veikur. En sko, ég ætla ekki einmitt að hann til að Steindi kemi. Ég verði eða að spila þetta, ég ætla bara að spila þetta aftur. Já, það er headphone og sko, hlustendur okkar í blöðkastinu, við eigum bestu hlustendur landsins, það er bara staðfyrst. Ég spurði hvort að ef það væri einhverju crazy fans out there, þá mættu þið finna fyrir mig þegar að Steindir að tala um veikindi. Heru, það leiði ekki langur tími, það voru 2 eða 3 búin að senda mér þetta. Og hann er ekki að grínast þegar hann segir þessu hluti. Nei, sko. Nú ætlum ég bara að spila fyrir ykkur eitthvað. Þetta er Steindi Junior fyrir nákvæmlega 2 árum síðan. Þetta er í byrjun janúar 2021. Við skulum heyra hvað maðurinn hefur að segja. Veistu hvað, ég hef ekki verið veikur. Já, ég hef margótt verið veikur. En ég maður ekki, ég er aldrei ég er veikur, ég var að mæla mig og ég er með 39 hérna. Ég ætla að vera heima til sæng. Þú ert búin að fara í 11 skimannir. Já, ég fer samt, þú veist, maður fer bara í vinnuna. Ég er ekki heima til sæng. Nei, ég man ekki. Þetta mættur þetta háti. Það er erfitt fyrir hann að mæta. Hann er ekki vinn á lager frá 8 til 5. Hann mættir þetta háti, fannst þér hátegismat og svo er hann inn til 4. Já, ég vinn fram eftir. Þetta mætir alltaf mótnan og fyrir bara. Þetta var alveg eins. Já, við vinnum á sekundum tímanum. En sko, málið er að það sem er dettur í, ælupest. Þetta er eitthvað, þú veist, ef þú ert veikur, fullur út veikur. Ég hef 0 bara tolerans á því, sko. Hann er 0 tolerans ef þú ert fullorðinn og veikur. Málega er, það er ekki þreytt þegar Steindi hendur eitthvað fram og það svo geta. Það gerist með Pyrilli hérna þessu þætti. Hvað sagður áttur á mánundi hérna á þriðdæni í blöðkastinu? Það er enginn í Íslandi sem að syngur jafn mikið með raskatunum. Nei, í rauninni sko. Hann syngir með raskatunum. Hann hendur bara hlutu fram og skemmtilega er hann ekki að gera það í gríni, hann heldur í álfur. Já, og það er meira þess að sko, fólk veit ekki helmingin að þessu því að
hvað er oft sem að þið hafið, þetta er oftast þið tveir að þrasa ykkur á milli því að þetta fer svo í töðunum. Ég er búin að læra bara einhvern veginn svona að hlusta ekki stundum en þú getur ekki látið hluti fara fram í það þegar hann er að segja eitthvað sem þú veist að er ekki satt. Og heldur að þið bara til streitu það? Já, bara Ég held að versta sem hefur komið fyrir Steinda Junior er Google af því að nú er allir eftir að tjekka hvort hann sé að syngja með raskatunni eða ekki. Já, og tekur þið 3 sekundur. Já. En málega þess að þetta er málega eins og Steinþór og hlustendur getur líka lært. Aldrei segja upphátt, ég verð aldrei veikur. Nei. Þegiðu frekar. Þegar hann hendur þessu fram að hann verð aldrei veikur og hann er bara ekki gert neitt annað en að vera veikur. Það sagði, tók þetta randan. En svo er það ekki bara Steindi, það er hálf þjóðin veik. Þetta er alltaf svona. Þetta er next level shit nú, sko. Þetta er út á COVID, þú erum bara að ræða þetta. Já. Þannig að aldrei aftur loka, ekki loka landinu, það kemur eitthvað pest. Þetta er smá leksía hérna. Þú varst að segja að það er veikind á þínu heimili, Riki? Já, stelpan búin að vera veik og bara í fjölskyldunum líka bara og þú veist, það er bara annað maður veikur. Já, það er einhvern veginn Þreytt. Vel þreytt. Mjög þreytt. Mækar er búin að slappa líka. Mækar? Já, eins og Mækar grípur þess að pestir alltaf. Hann grípur það vanalega allar, sko. Hvað þá þegar það er svona flensu faraldur í gangi, sko? Ég veit ekki hvað, ég hef spurt King Mike oft í gegnum tíðin á svona 10-15 ára ferli. Já, hvernig erstu gamli? Besta sem ég fengi frá hann með ég er ágættur. Það er svona besta sem ég fengi frá hann af því að vanalega þú spyrir eitthvað í kringu bara hvernig erstu gamli? Herri, ég er bara drullu góður maður. Já, ég hef aldrei heyrt Mike segja að hann sé góður eða fínn en hann er stundum ágættur. Annars er við best case scenario. Herru, þáttur dagsins er geggjaður þó við segjum sjálfur frá. Jú, við erum með 2 klefa. Ég ákvað að nýta uppáldum mitt að Rikki með okkur í hendunum í veislustjóran. Þá er hann að ringja allt land að bjóðast til þess að vera veislustjóri og DJ og það var nýtt koncept að hann átti bara eina helgi laus á árinu þannig að fólk gjörst að stökka á það ætla að bóka hann og það var næsta helgi. Þekkið ekki kemur eftir gott frí. Já, ég og Richie. Já, ég þekki Richie mjög vel og ég stefna að vinna þessa keppni. Já, ég tel mér nú þekki ágætlega líka. Þetta, ég var eitthvað að skoða síðustu handrit og þetta hefur ekki verið í 4-5 vikur þannig að það verður stemminga fyrir þekki ekki spurningkefni Gilsarans á sínum stað, hvað ert að vinna með þar? Sko, ég ætla að line upp árun. Ég er alveg forvitin. King of 2023 vanalega er ég með, þú veist, í lokárs ger ég upp árið en nú er ég forvitin að vita hver mun eiga betra ár. Þið eru hérna þegar ég vanalega góða ár félagarnir. Þú veist, yfirleitt og er ég svona veltaði fyrir mig hver mun eiga betra ár og ég með nokkar spurningar svo til að komast að því. Þannig að þetta er King of 2023 sem er líka aftur svo í lokárs og það skemmtilega er, ég spáði bara amazing twist þið komið aftur í lokárs og við gerum þetta upp hver átti betra ár. Takk. Það er frábært. Völvan, það er einhvað sem að þú hafði samband við einhverja sem er alveg, hvað segir maður, vel skegg. Kafskegg. Sko það eru nokkra góða völ, sko mikið í þessum bransa er mikið að nýgjur svindlunum. Er það? Það þykist verið skeggnir. En málega ég er með bíaskráði að sko sniffa út svindlarana sko. Og ég er búin að horfa mikið á svona þætti miðla á netinu og stúdur þetta koncept en ég veit hver eru legit. Þannig þú heyrðir í bestu völu landsins. Ég heyrði ekkert eðlilega góður völu og sendi mynd af Blondell og mynd af Richie og fekk skýrslu 2020. Getur eitthvað sagt okkur hvar á landinu hún eða hann, er þetta völvan, er þetta kallmaður á kona? Þetta er kona og ég er segið hún er virt. Hún er virt, en hún vissi alltaf hverðið værið skilur en hún vildi samt myndir en ég sendi bara 2 geggjaða myndir á okkur. Þetta kemur átt. Svo erum við með, við erum með 2 klefa. Við tókum gamla góða grínið hefur ekki farið í sturtu sinni fyrra. Það er alltaf gert í fyrsta þætti ásins og hann er svolítið seint núna fyrsti þáttur ásins 7. jan, það er skellur þú ert ekki búin að fara í sturtu sinni fyrra það verður að viðkennast, þannig að þið sem að voru að hugsa hendi þann brandari í kvöld eða annað kvöld sleppið því sturla staðrendir og ég veit ekki hvað og hvað. Það er nóg að vera hér í þessum þætti á, við getum ekki sagt ógeðslu föstudag, neikvæðir þó að sé kalt og allir veikir. Það er 13. 13. Hvað gerir Richie á 13? Þú ert náttúrulega jólabarn og elskar Jésu og ég er alltaf pínu sorgmættur og ég þarf að taka niður jólin núna, þú eru búnir. Það er ekki álölu vesen. Jú, sorgmætur. Já, þú ert í sorgmætur. Ég þarf að pakka niður jólunum. Hvað ertu lengi að taka niður þetta dót? Helviti lengi, sko, ég þarf að gera til í skrefum, sko, það er ekkert eðlilega mikið sem ég þarf að pakka niður, sko. Já, þannig að maður á að taka tréðinir í kvöld. Já, ég tek hann niður á morgun, svo fer ég að taka alla seríunar á glöggunum og svo allt bara heima og
Þetta er sorglegt sko. Já, þú elskar jólin Jólin eru búin sko. Já, þau eru búin á gamla sko. Nei, eru búin 13. Nei. Þau eru búin dag, eða ekki? Það varst í jólaskapi gerð ekki? Já, ég var bara fín heima og horfa á jólamyndu með jólatrið bara heima. Horfa á jólamynd? Já. Nei, víst hvaða jólamynd? Bad Santa 2. Þetta er 5. janúar? Það er alveg mynd sko. Það fara allir úr jólagýr bara strax á En hann er miðnætti. alveg jólabatt sko. Það Já, skreið það eru 13 dagar sko. Ég get ekki rakka niður að maðurins jólabann því að Hjöppi, hann var nú gestastjórnandi hjá okkur daginn og hann sagði að sorglegasta sem hann hefði kynst á ævisinu var þegar ég var 37 ára jólabann og með engin börn á heimilinu og hann sagðist enda að vera að jafna sig á því þannig að ekki get ég fara að rakka niður að maðurins jólabann en að vera ennþá að fagna jólum eða halda jól 5. janúar Horfa á jólamyndu blöð til 7. En tréði búið uppi á það núna eitthvað 2,5 mánuði. Ég setja það 1. des. Fyrsta nóf eftir tenni. Nei, ég byrja að setja bara seriurnar. Tréð fór ekki upp fyrir 1. des. Settur upp seriur 1. nóf Já, bara bindið til henni. Rauðar, svona huggulega. Nei, ég hvítar í dag, setja aldrei rauðar aftur upp. Ég get alveg lofa því sko. Hvað okkur settur ekki brauðar? Að því hann eyðilaði það fyrir mér ein jólin. Og hvar settur þú seriur 1. nóf? Bara í gluggana og pallinn og... Og er einhver í kringu þið byrjar að skreita það? Nei. Það er eini trúður í göttunni sem Óþurrðulegt. setur upp eitthvað seriu. Fyrsta nóf. Ég tæpum 2 mánuði fyrir jól. En ég finnst þetta kósi. Ég svo veist, ég keiri göttuna sem ég á heima og fólk er búið að skreita þarna miðan nóf. Ég veit þetta bara hvað liðið er duglegt að nenni þessu. Skreitir þú yfir höfuð það? Já, ég á svona jólasveina sem ég hengi upp á hillur og... Já, frábært. Er það einu sem hún gerir það? Ég Setur ekki bein ljós? Það Já. kemur ekkert á óvart. Í hvað mynd var það aftur sem að voru hérna jóladæmi og fjölskyldan var hinum megin? Christmas Vacation. Já, er það ekki hún? Þú skreitt Allt ekki bara neitt. silfur eitthvað. Þetta er gilsarinn. Ég seti jólatriðið þetta og... Já, Er það ekki En ég er ekki hvítt með það seríu svona sko. Ég mun sakna Nei, ég þess kefti núna græn þegar maður fer upp á mótnana af því að, veist, náttúrulega hérna Matteo vaknar fyrir allar aldir, rúmlega 6 eða eitthvað. Það er svo þægilegt í myrkrinu ljósið sem kemur frá seríunum og trénu, þannig ég er eftir að sakna þess. En ég er ekkert eftir að sakna Þú jólanum. ert ekki að haft bara triðið, það er enginn að gaggarina út af því sko. Nei, enginn fara að gaggrina, ég bara hef engan áhuga á því. Það hafa tríðið bara frá júli. Þess mikið nenni ekki að taka það niður. En herðu, við ætlum að byrja þáttinn drengir á lagi. Ég var að hlusta því að við ætlum nú að hittast manstu síðasta þriðjudag og fara yfir árið, skipuleggja blöðkastið og FNÍFM blöð og annað. Það frestaðist en fyrir þann fund þegar við erum að reyna að finna nýja liði og annað þá hlusta ég alltaf á gamla þætti og ég fór að hugsa þegar ég var að hlusta á þessu gömlu þætti djúvel var tónlistin eitthvað miklu betri í gamla þetta og við þurfum ekki einu svona að fara það langt aftur í tíman til þess að finna betri tónlist og Nei, bara svo það er hvað er þetta? Þú ert að halda svolítið Hvað er í gangi? fólki á tánum með tónlistina Já, Þú ert með danskastjórnarna riðið, hann getur farið að bjarga þér sko. Gott að það er Richie núna hérna Ég er með þetta hérna Ég seti bara hérna inn og sko, þetta lag til dæmis þetta er gamalt en þetta er gott og það heitir Holy Grail og það mætti spila það til dæmis oftar á þessari blessuðu stöðu og Holy Grail hér með Jay-Z og Justin Timberlake mér ekki voru svolítið langt síðan að koma eitthvað nýtt frá Jay-Z Jú, og Timberlake þetta voru mjög langt síðan, það er bara hefðan báðum. Já. Kansi, Þeir eru að fókusa núna á the business, ekki tónlistina Já, hann er náttúrulega ég held að Jay-Z sé billionaire Já, kannski nennir ekki að gefa út lög Nei, hann sama sitt. með Rihanna hún er orðin að billionaire, hún er búin að gefa út 1 lag síðustu 4 árin Kardashian líka billionaire, allir fucking billionaires í dag Ekki það ég sakni tónlista frá The Kardashians Nei, Nei, það er ekki verið mikið í því Nei, það er minna en talandi um The Kardashians þá komið að slúðri það er sýsturnar að hafa nú verið ansi oft í Steinþór var heima að hlusta, hann heyrði yfir lásum yfir á hann hann sagði að þetta var heiðalögu lestur Já, hann trúði ekki mikið í hann Heini hún er ekki Nei, nefn. bara lestur og Já, við síndum Rikka að gefa myndin af Steinda Ég get vottað það að Steinþór er ekki að feika veikind allavega. Nei, málega, við getum ekki, þessi mynd má ekki hit the street, sko Nei, En ég gæti sínt Richard annars, sko Já, bara hans vegna má hún aldrei hitta street sko. já, maður er bara veikur það er svona, hann getur ekki alltaf litið út eins og 8,2 Herðu, ég ætla að byrja slúðupakkana og það hefur verið, þetta er eitthvað sem að Steindi hefði nú hakkað í sig hann sittið hérna en Megan Fox sem er trúlofið fyrir ekkert en gift Machine Gun Kelly Ég vil, það samband einhvern veginn Það maður held að það eru 2 vikur Já. Það er going strong Þau eru búin að saman síðan í mæ 2020 og ég get lofaði því að ótrúlegt, 2 ár. Oracle eins og þú kallar hann Steindi spáði þeim ekki langlífi Kanski las hann þetta Sáðu myndu vera saman bara heldur lengi Ég get lofaði að svo var ekki En hún er orðin 36 ára, hún er Megan og var að auglýsa eftir kærustu á Instagraminu sínu
og sagði sendi inn umsóknir í skilabúðum. Hún hefur lengi talað um það að hún sé tvíkynhneigð og það voru vist margar konur sem buðu sig fram og þetta fór ekkert í taugarnar á unnustennar sem að sagði ég held þú getur ekki tekið á móti svona mörgum umsóknum. Hann skrifaði það sem sagt við fæsluna en í viðtali árið 2009 sagðist hún vera tvíkynhneigð en hræstnari. Hún sagði ég myndi aldrei deyta tvíkynhneigða stelpu því það þýðir að hún sefur líka á karlmönnum og karlmenn eru svo skítur að ég myndi aldrei sofi á stelpu sem er sofi á karlmanni. Þannig að hún trúlofuð karlmanni þannig að ég veit ekki hvort að þetta sé eitthvað gott flippi á þeim. Hún auglisti bara á The Gram og bara fólk sendir umsóknir. Og þá Vélbyssu Kelly þá líka í þessu sambandi og hún finnur kærustu það? Ég skil ekki neitt í þessu og skil eða bara ekkert í þeim tveim Það er flott bólorð það samt. Já, þetta er hvað, drekka blóður hvort öðru og eitthvað ég get ekki þetta liða við hreinskilin. Já, þetta er eitthvað neginn. Hún fór sko frá Brian Austin Green kongur David úr Beverly Hills 90210. Það var alltaf minn maður í þau er börn. Hvernig líka, hún á börn með honum. Hvernig ég veit það ekki. Svo var frábær í Transformers. Segjum ok, hún er 36 ára. Þegar mamma mín var 36 ára þá var ég orðin 15 ára. Hún á mig þegar ég er 21 árs þegar hún er 21 árs. Og ef ég væri 15 ára og mamma á Instagram að auglýsa eftir kærustum búin að vera að drekka blóður úr nýja kærastum sínum er þetta það er ekki vel í króksana? Nei, bara þetta er stórfurðulegt. Var það að haga henni svo fullan kona maður? Lestur frá blöð? Nei, vonandi heyrur hún þetta. Nei, maður getur svo sem að do you, mér finnst þetta skrítið og kannski er það bara því ég er orðin gamall kall. Herðu, næsta það er Harry Prince. Hann er the black sheep of the family. Ég sett alltaf tím Harry. Já. Elskar að Harry miklu meira heldur en hinn. Kallar hann Harry old buddy old pal. Nei, ekki það reyndar ekki en hann er þau náttúrulega er í endalausum viðtölum og þáttum er það að horfa á þetta ég gæti ekki horfa á þetta. Ertu búin að horfa á þetta? Já, ég þurfti að gera alla seríin? Hvað fannst þér? Akkur þurfti að gera það? Þau litur hræðil út í fyrstu 3 þáttunum og svo fór þetta aðeins svona í þeirra átt svona seinni hlutin að þessu. Þurftur að horfa á þetta skánar. Þetta skánar sko. Fyrstu 3 eru hræðilegir sko. Hvað er það að gera? Bara tala um lífsitt bara. Og svoleiðis. Já. Þetta er ekki raunveruleika þáttur. Þau sitja bara eins og þessi viðtali. Það er bara nákvæmlega alla þættina. Eins og The Kardashians, það var allavega að sjá. Er ekki ráand og kamer elstuðu og hvað hann er? Nei. Það kjaftaði þetta. Þetta er alveg merkilegt sko. Já, þú er eiginlega fan, ég sé það núna. Ég er alltaf tím Harry sko, ég hef aldrei mega hinn sko. En hann var líka í viðtali, það er mjög fyndið að fólk sem er svo andum sko their privacy, hvernig segir maður það, bara engalíf sitt að þau gerir ekki annað en að fara í viðtöl. Mér finnst það alveg stórfurðulegt. En núna er sem sagt hann var í viðtali á ITV þar sem hann fór út í, ég held að hann sé bara að gefa út bók eða eitthvað líka og það kom ýmislegt fram þar. Hann bróðir hans vildi kildan og hann sá rautt í mistur í augum Vilhjálms. Hann vildi kildan tilbaka en ég valdi að gera það ekki, segir Harry, og hann talar um fíkniefnaneyslu sína þar sem að hann var á ofskynjunum sveppum, hún fannst þess að ruslafötur væri að tala við sig og þá viðurkenndi hann einnig að hafa neytt marihuana, kókain og töfrasveppi. Harry? Já, hann misti sveindóminn þegar hann var 17 ára og það var á bakvið krá. Hann er að opna sig ágætlega. Kemur allt fram í þessu þáttum? Já, í þessari bók sem er vist hún er heila meira juicy sko. Það er ekki nóg að vera með eitthvað að finna. Er þættinir að plugga bókinni í rauninni? Ég veit ekki. Ég meina gæinn þarf að borga reikninga sko. Hann fær ekki lengur pening frá konungsfjölskyldinu sko. Það er ekki. Með reikningu svo allir aðrir sko. Já, nóg til. Þú veist. En ég skil þetta ekki heldur. Þetta drap hann 25 manns. Þannig er fjöldamann ekki líka basically. Já, hann var náttúrulega í hernum sko. Drap ekki 25 og tala bara svona að kirtin í ykkur fögu sko. Hann var vel að steina með það. Og svo ætla ég að enda þetta. Þetta er nú ekki þetta, því ég veit að við erum náttúrulega Team Miley og þú Egill. Já, væga sagt. Það er að koma ný plata og ég er enda peppaður fyrir því. Mér finnst hún sko, ég er að sjá svona, þó ég sé ekki á TikTok, þá er ég með TikTok dæmið, en ég skoð oft hvað er á TikTok
það er eiginlega ekkert skemmtilega að sjá hana vera að cover eitthvað lög. Hún er sturglu Hún er frábær söngkona nefnilega. Bara geggjuð. Hún kannski hættir ekki út lög þú eru komin í Billion eins og vona ekki því að svo Rihanna og Jay-Z og mér finnst hún eiginlega bara mesti töffarinn í dag. Miley Cyrus. Ég er aðdóðandi. Já, það er ég líka og hún er sem sagt að fara Steindi sem sagt heitir eða? Nei, það er ekki. Ég held sem allir Team Miley. Og hún er að gefa út lag núna sem að kemur út á afmælisdeginum hans Liam Hemsworth sem er fyrrverandi maðurinn hennar. Þau skildu árið 2019. Já, sorglegt við þetta saman. Það var huggulegt par. Já, kemur núna 13. janúar, mjög sorglegt. Við erum ennþá jafn okkur á þessu. Já, og svo frábæri Expendables. Það kemur á afmælisdeginum hans sem er 13. jan og textin er víst sko, það kemur I can buy myself flowers, I can take myself dancing, I can hold my own hand. Þannig að svona fólk vil meina hún sé að skjóta hann í þessu lagi sem kemur út á afmælisdeginum. Hætti hann með henni eða öfugt eða? Ég veit ekki, hver hætti með Miley Cyrus? Hver hætti með Liam Hemsworth? Já, myndalögu maður. Hann er endur ódýrari bróðurinn sko sem er þreyta við þetta koncept sko. Dýrari bróð. Já, Chris er svolítið með hann er Thor sko. Hann er fullið virðingu fyrir ég elskar Liam út á lífinu sko en smá veðsynni sko. Já, þannig að það er að koma út nýtt lag með henni og plata. Við fögnum því hér í FN95 Blöð svo rétt áður ég hendi auglýsingum á þá kom inn fréttamaður hér aðan okkar besti Sindri Sindrason sem er að hlusta á þáttinn og hann sagði að jólin eru frá 15. nóv til 31. des þannig að Rikki settu seriðunar upp næst 15. nóv ekki 1. nóv. Það er ekki þetta seima mig, þú veist ég er 2 vikum og pakka þessu saman eftir gamla skoðun að Sindra Nei, fréttamaður. Þetta var helst í fréttum þegar hann labbaði hérna í stúdíu. Það er bara það. Með þessum orðum ætlum við að fara í auglýsingar og svo er það fyrsti klefi dagsins þar sem að Rikki ringir all land og að bjóða fram krafta sína sem veislustjóri og DJ. Fyrir stafinn 95 Blöð hér á FM 957 og við Rikki erum í klefunum góða þannig að það er komið að einhverju símtali og sko, Rikki, hann var langt sérna verið með okkur. Já. Eins og við erum potið búin að koma inn á í þættinum. Það er eitt uppáhaldsgrínið mitt sem að ég hendur í sem ég veit að þið finnst mjög óþægilegt. Það er út að ég bara hringi út í bæ og bjóða fram kraftaðina sem veislustjóri og DJ. Já, það er ræðilegt. Og ég var að spá því hvort það ættum að prófa það nema að með nýtt tvist að því. Okay. Það eru allar helgar bókaðar hjá þér nema næsta helgi og 13. og 14. mars. Þannig að þú þarft að koma því inn bara þó þú segir einhverja aðra dagsendingu í mars. Þannig að þú átt næstu helgi lausa og þetta er tækifæri til að stökkva á það meðan þú ert ennþá laus því það eru góða líkur að þú verið bókaðar í vikunni. Góður maður. Þú mátt ræða, hvort heldur hringi í karlmann eða konu? Þú veist, ég veit ekki hvort er verra. Ég held að sé skára hringi, þú mátt bara velja þetta er bara jafn hræðilegt sko. Þá er það, ég ætla að vinna með nafni Hafsteinn. Og þannig að þú byrja bara Hafsteinn, sæll og blessaður. Sko, ég ætla að segja mér þess að hérna, þú sért, hann byrja á Selfossi og segðu, nei ok, það er allt í lagi. Þú stutt að kera, ok, tilbúin. Á ég bara segja þessi Rikki G og bara, já, segðu bara hérna, Hafsteinn, sæll og blessaður, Rikki G heit ég og er veislustjóri og DJ, hvernig sæk ég að þér? Herru, ég ætla að aðtöka hvort þið vantaði veislustjóri að DJ á árinu og svo ferði inn í að þú vegi 2 helgar lausar. Tilbúin? Já. Ok. Halló. Já, góðan dag, Hafsteinn. Já. Blessaður og sæll, Rikki G heiti ég, veislustjóri og plötusnúður með meiru. Ok. Gleðilt ár. Gleðilt ár. Herðu, ég ætlaði bara svona aðtuga hvernig landi lægi því að hérna, já, ég get nú bara glatt þig og bara með því að segja frá því að ég er heila bara uppbókaður út árið. Ok. Og nema að ég á 2 helgar lausar bara það sem eftir er 2023, það er sem sagt 13. og 14. mars og svo var að losna núna næsta helgi, ekki núna helgina heldur næsta helgi og hvort að þú vildir stökkva á það veislustjóri eða plötusnúður, bara bæði. Það stendur ekki til hjá mér af neina veislu en ég þakka gott bóð. Ekkert svona sem, nei, ekkert sem, nei, ekkert mál, takk bara kjærlega. Ok. Þetta er bara svo vond sko. Þú veist, hvað allir gæðin hugst þér svona, þú veist, það er búin að skella á. Stendur ekki til en tökum þetta út á landi þannig að þú ert að segja sig aðstýra það og haltu inni að nýju DJ-græðinu en að séu gjörsanlega sturglað. Já, ok, Jesus. Halló. Hafsteinn. Já. Já, blessaður og sæll, Rikki G heiti ég, veislustjóri og plötusnúður. Ha. Rikki G heiti ég, veislustjóri og plötusnúður.
Gleðilegt ár. Gleðilegt ár. Herðu, ég ætlaði bara láta þið vita að ég nú eiginlega bara uppbókaður út árið 2023 nema óvænt, líka laus ein helgi í mars, en það var óvænt að losna næsta helgi hjá mér, semst ekki núna helgina heldur næsta, og ég ætlaði bara aðtöku hvort að þið vantaði svona, þú veist, veislustjóra og plötusnúð og til þín, en ég sé og býr út á landi og eina sem þurftir að græða bara ferðarkostnaður og gisting, og svo þetta bara fyrir veislustjórn og DJ. Býtu, ég engin tónleikahaldari, skemmtihaldari eða nei? Nei, bara, þú ert að halda eitthvað bara heima hjá eitthvað, sko. Já, nei. Ég var að fá alveg geggjaðar nýja græður, ég var að ná mér í nýju Pioneer 2000 græðunar. Já. Og með svona, þú getur stungið USB líkliðar og tekið lögin þann. Nei, það ekkert svolítið hjá mér. Elsku kalli minn, sko. Nei, ok. En ef að ég kemur aðeins, bara ég lækka prísin vel og ég bara kemur sjálfur á staðin og græja gistingunum, að þú ert bara að borga fyrir veisluna. Það ekkert fyrir hjá mér. Nei, ekkert mál, herru, bara takk samt, bara kjærlega. Allt í lagi. Já. Ekki fleiri, sko. Verður það eina konu? Alveg, sko. Ein konu á svolítið laus. Ég þarf að fá að ringi þetta fólk síðan, sko. Já, ég man ekkert hvað það Mér finnst þetta svo gaman, ég geti sittið þetta allan dag. Þú er með góð. Þetta nú Hrefna á Egilsstöðum. Já, frábært. Hana vantar DJ, ég lofa þér. Alveg 100%. Bættu við hjá þessari að þú ert miklu sneggur að skipta yfir að svissa lögum þegar þú ert að DJ-a. Hvað kemur út þér eiginlega? Það er svo gaman að segja því að ég er miklu sneggri að svissa lögum. Halló. Hrefna. Hæ Hrefna. Sæl og blessuður, Rikki G.D. veislustjóri og plötusnúður. Já, sæl. Herðu, ég ætlaði bara að láta þið vita, ég er uppbókaður út árið, nema það var óvænt að losna hjá mér næsta helgi. Og hvort að þú vildir stökkva á veislustjóri og plötusnúð og já. Ertu það ekki með vitlaust númer? Nei. Nú ég er ekki alveg að fylgja. Nei, ég sérst bara að bjóða þér hvort þú viljið stökkva, ég verð pottið bókaður í vikunni, ég bara bjóða hvort þú viljið stökkva það, ég var að fá splunkunni að græjur og ég var mikið sneggra að skipta á milli laga og ég vil bara hóa okkur mannskap saman í eitthvað gott partí. Nei takk, ég er bara góð. Ekkert mál, takk samt kjærlega. Ok, já, takk, bye. Ég þarf að hringja tilbaki þessa. Hún er að fara að tala við allar vinkonur sínar og segja, vitið hver var að ringi mig? Nei, ég er góð. Hún er að fara að ringi allar vinkonur sínar og spyrja, vitið hver í alvörinu var að ringi mig? En veistu það gefur sætt óvart. Nei takk, ég er góð. Já, þú varst með splunkunni að græður og þú gerðist með einhverja skipta en hún var góð. Já, sko, nei takk, ég er góð. Það er hræðilegt að fá beint í gríminu og sér, nei takk, ég er góð. Nei takk, ég er góð, sagðun Egil, þú skilur ekki þessu að þú skilur ekki, þykja þessa veislustjórnum DJ. Ég elskar að fá þetta símtal. Eina helgin sem var lausaður, ekki? Það er hræðilegt að maður láti hafa þessu úti í þetta í þokkabót. Ég ángrís eins og ég sagði í klefunum, ég það geta hlusta á þetta í allan dag. En, herðu, það er risaleikur í körfuboltanum í kvöld. Það er Tindastóll, Keflavík og Valdimar sem er spilið með aðan. Ég fattaði að þetta er nú lag þeirra Keflvíkinga þegar þeir eru á heimaðalli og Valdimar er snillingur og er í nýjustu seríun af tónlistamennunum okkar sem byrjar sunnudaginn eftir viku. En okkur kemur þetta alltaf inn hérna? Nú verði ég alveg bilaður. Já, hann fann þetta ekki heldur. Jú, media playerinn, ertu ekki búin að opna hann? Já, sko, hvaðan er þetta að koma? Býtast? Já. Nú er gott að hafa yfirmannin á stöðinni. Hann gæti ekki fundið þetta á hann. Þetta hlýtur að vera eitthvað hér eða Hlýtur ekki að fundið þetta. Þetta er ekki þetta. Hann á stöðina, sko. Þetta er potið, er þetta á þessu eitthvað? Já, þetta er hérna. Svona, þá er þetta komið. Sko, hann leist þetta. Já, þetta ég ekki Like a champ. Ekki geta fundið út úr sjálfur. En Vel gert, Richie. þó að spila Valdimar á hann þá skulle ekki hafa neinar á ekki með hverjum við höldum í kvöld. Það er upp á topp með Tindastól.
FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttöl sem færa þér FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem færa ykkur FM 95 Blu hér á FM 957. Við sendum batakveður upp í Mosó á Steinda, okkar besta mann Junior, sem að, eins og hefur komið fram mér að hlusta heima í veikindi sínum. Hann er búin að missa bæði núna einu blöðkasti og einum FM95 blöðum. Við vonum að hann verði mættur í blöðkasti næsta þriðjudag. Ég tef mikið að rusli þegar þeir eru veikist nákvæmlega. Rusl mat þá? Já, ég er að tala um það. Eru þið svona leif ykkur eða? Nei, ég ger hann flestir sko. En sko þegar ég er veikur þá hef ég litla matalist. Það er bara rosa matalist þegar ég er veikur sko. Já, svona öfugt við þegar þú ert ekki veikur. Borðar þú svolítið mikið, þú ert veikur? Ég er veikur? Já, það er ótt að segja að ég borði mjög mikið því ég er veikur. Já, það er bara það er. Okay. Ég veit, en sko Steindi er ekki búin að vera með eina matalist. Þannig að eina sem hann er búin að drekka er bara Gatorade síðustu dag. Það er ekkert geta borðagrið. Nei. En ef ég þekki hann rétt þá fáið þið ágætis skýrslu af hans veikindum. Já, þetta verður 90 mynda skýrslu. Þannig að þessi veikindi búin að vera. Og ég get lofa þér, ég þóra að sverja upp á nánast börnum mín að verður svona, þið ekki eftir að trúa, mér er aldrei liðið svona. Þið hefur aldrei lent í þessu. Það verður svona versta pest sem einhver íslíkur hefur fengið. Sögur fara af. En við ætlum að fara núna í dagskrálið sem að hefur ekki verið heilengi í blökastunni í svona, 5-6 vikur og það er dagskrálliðurinn Þekkið ekki. Og hér eru Jón Jónsson og GTRN komin undir á komin á fóninn og ég ætla að byrja á þú ert búin að vera svo oft Egill, vilt þú ekki bara hoppa fram fyrst? Jú. Byrja bara að rikka. Ég held að höfum við verið saman í þessu Egill? Ég held ekki. Nei. Ég held að gæti verið að tala með raskatunu en ég held ekki. Nei. Ég held að þú er ekki komið í þátt sinni þessi liði byggja. Mögulega. Og Egill fyrir fram, hann má ekki heyra neitt. Það var að vera Ritsi Barn þá stúi frí. Já, það er rétt. Ég var úti. Ég bara hlusta, ég hef aldrei verið á þessum tíma. Þannig að þið farið actually fram, þið er ekki að ljúga því. Nei, hann má ekki hlusta. Hann fer og stesti á prentaranum ef ég þekki hann rétt og er farinn út úr stúdíónu. Og Rikki, þú verður að vera hreinskilinn. Já, það hefur ekki verið mikið vandamál hingað til. Nei, ertu tilbúinn? Já. Og þú þekkir reglur, svo áttu að giska hvað Egill segir, hvað hann heldur að þú hafi sagt. Já. Það var bara fyrsta spurning. Hvað kveikir í þér? Það var nú margt. Já, er það mikið? Það er lítið til. Þú veist, ekki mikið margt eða bara en þú veist, það er bara sumt. Það er bara, ég veit ekki hvað, ekki bara velja eitt eða? Já, þú þarfst ekki að skammast mér að þessi margt. Nei, ég er ekki eitthvað margt, þetta er ekki uppur listi, bara, þú veist, sumt. Nei, þú sagði margt. Já. Bara svona helsta, hvað er það fyrsta sem þetta er í hug? Bara þröngar æfingaböksur. Svona, þú veist, ég veit ekki, hvað er ráðuna og byrja að líða óþægilegt nú? Nei. Jú, mér finnst eitthvað, bara, það er eitthvað við það. Þröngar æfingaböksur? Yes. Áttu svo leiðist álur? Nei, ég er ekki að tala um hjá mér, sko. Ég er að tala um, Jésús. Já. Það er ekki, Ok, ára að læsta. Hvor ykkar, mér finnst þessi skemmtileg, hvor ykkar myndi vinna í slag í hringnum, þú eða Egill? Þið færið, semst þá er ekki að tala um bara slagsmál út á götu, heldur að þið færið inn í hring. Ok, nú veit ég bara að það er fólk að núti sem er hlusta. Þetta er ekki einu svona spurning. Það er málið, ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir ég naut sterkur. Já. Og sko, ég hef meira þess að F-box í smá tíma. Já, þú æfði box? Já. Egill hefur aldrei F-box. Willi Max hjá hnefalega félaginu Æsi. Hann þjálfaði með hans. Ég myndi pakka gilsarnum saman, því miður. Er það? Já. Og þú stendur fast á því? Ekki pakka honum saman, en þú veist, ég held ég myndi hafa hann. Hvenær ræður þú box? 2005. Ok. Ég var tvítur. Það er svolítið síðan. Það er svolítið langt síðan. Ég kemur í smá standi viðbót. Þá, eina sem gilsarinn hefur á með hann hefur svolítið sentimetrum. Já, en þú myndir reyna að boxa hann bara? Nei, ég færi bara í skrokkin á hann. Taka þar. Ok. Hver er helsti kostur Egils að þínu mati? Það eru nú ekki margir? Það eru ekki margir, sko. Ekki að erfitt að velja þessu og hvað kemur þið til? Það er nú bara, þú veist, ef þetta verður ókostir þá er það nú bók, sko. En, jú, hann er nú með kosti. Ég myndi nú segja bara helsti kostur Egils er að, þú veist, bara góðu vinnu vinna sinna. Hann er bara góðu kostur. Já, bara hreinn og beitt þar og Gilsi, já, maður veit að Gilsi er á mannsbandi.
Ok, góður vinnu vinna sinna. Það er alltaf góður kostur. Svo er það síðasta: í hvað eyðirðu mestum pening? Úff, mat. Já. Tókum það, taka þetta saman dag, mér leið bara illa, sko. Hvað þá bara? Þú veist, þá er ég ekki að tala um í krónunni eða sem fara út með vest, þá veist ég bara að tala um í bara svona skyndibita og eitthvað svona dót. Já, þú ferðum ekki mikið út að borða, sant? Nei, þú veist, ég er að eyða í svo mikið af svona skyndibita drasli og þú veist. Ok, að við segja matið og segja skyndibita? Svo skyndibita. Skyndibita? Já, ég eyði ógeðslega mikið af penningum í skyndibita. Já, en núna ertu í janúarkötti. Já, ekki núna, en svona heilt yfir þá eyði ég langmestum penningum í það, sko. Ok, herðu, þá sendur Egil inn og við fáum svör við þessu spurningu frá honum. Verður bara að prenta honum, að gósi þar. Herðu, hann var snöggur og hreingilinn. Ég hef aldrei setið svona stutt úti. Þú var snöggur á þessu. Bara eldsnögt og... Það var enga stutt að svara þessu. Hann átti mestu erfiðleikum með fyrstu spurninguna því að hann vildi meina að það væri margt og ég spurði hann hvað kveikir í þér og ég spurði þig sömu spurningu, Egil. Já. Mér potti þetta einhvern tíma spurði þess áður, ég mundi ekki og svo líka því að Rick þetta núna þá... Já, þetta er kannski öðruvísi með Richie hérna. Já. En já, hvað kveikir í þér? Þetta er alltaf svolítið, þetta er krefjandi spurning, þannig séð, eða þú veist. Ég er svona veltaði fyrir mig, þetta er... Er hún krefjandi? Já, þú veist, maður er út pur on the spot hérna, skilur, það er bara fljótur að hugsa og veist, hvað kveikir í þér. Það sem poppaði upp til dæmis var fallegt bros. Fallegt bros? Er ofalega þarna. Ok. Því að þú veist, að hérna, ég elska falleg bros. Ok. Því að þú brosir fallega til mér stundum öðun. Nei, það gerir ég mjög sjaldan. Ég var svo gaman að þið. Nei. En er það svarið þitt? Nei, síðan húmor líka, minnst það mjög mikilvægt. Eitthvað sem er fyndin, það er ekki nóg bara að vera með fallegt bros og með húmor og með fallegt bros, það er double whammy. Og svo er það fylgið með huglu svona hnepi og rass, það er líka ekki vera. Hvað er ég að setja? Sko, að þessu þrennu. Er þetta damn good question, Dutch? Ég seti 33% á þetta allt saman einhvern veginn, ég kom til þess að húmor, fallegt bros og hnepi og rass. Ef hann svarar einhverju á þessu, fara hann þá rétt eða? Ég var að gefa hún það, þetta er newbie. Ef maður segir eitthvað þessu, punktur á Richie. Ég er þægilegur í dag. Já, það er ekki sama keppniskapið þú ert á móti Steinda. Nei, ég er búin að vinna svo oft, sko. Ok, þá er það næsta. Hver myndi vinna í slag í ring, þú eða Rikki? Já, í nefnilega ring. Já, octagon eða í nefnilega ring. Sko, ég er the severe underdog þar, sko. Aha. Og það Richie, maður veit að það ekki margir, hann er þrauð þjálfað á nefnilega. Hann er búin að æfa box í mörg ár, sko. Og bara... Myndi hann vinna þig? Já, menn hann er búin að æfa box heil lengi. Svo er hann fann að repsa 120 kíló með sporthúsinu. Hann er bara að pumpa þeim bara. Tiltölulega þægilega. Ótrúlegt, sko. Hann er með góða þyngd. Núna, hann er allar ennþá með golf, sumar kílóin er ennþá á, sko. Svo er hann búin að vera að lifta alveg greimt. Þannig að ég segi bara miklu sterkar en hann var og ég held að hann myndi alveg pakka mér saman, sko. Ok, kemur óvart, ég myndi segja þú. Nei, ég held King Richie, sko. Ok, þá er það næsta. Hver er helsti kostur Rikka? Vá, það var rosalega mikið af kostum, sko. Topp maður? Já, hann er mjög graður. Ég get ekki flokkað það sem kost fyrir þig. Og síðan er hann líka bara frábær fyllibitta. Hann er mjög góð fyllibitta. Þú veist, hann byrja, þess að þú erum erlendis, þá byrja hann bara að ná sér 2 jager, skelli þeim í sig, hann er ekkert að grenja. Nei. Og bara heldur áfram með daginn og hann er svona einhver besta fyllibitta sem ég kynst. Svo er hann mjög góð DJ og góð ferðafélagi. Þannig að þetta er svona þessi kosti sem hann er með. En ég þarf að velja eitthvað eitt eða ekki. Frábær fyllibitta er þessi. Við ránum með það svar. Svo síðasta. Í hvað eyðirðu mestum pening? Sko mest fer í opinber gjöld. En svona, ef við tala um að close second, það var líklega, við tala um ásperiod, það var ferðalög. Ferðalög? Hann hlýtur að ná því maður. Já, ég veit, ef hann nefn að segja hann er í þetta. Það er að því ekki, sko. Rikki! Richie! Kemur Rick inn og já, það verður fólk. Akkur líður mér eins og ég sé að fara að tapa þessu í dag. Ég veit ekki akkur það er. Já. Að tapa það.
Sko, nei Ég finn ofta á mér einhvern veginn hvernig það fer. Þetta gæti orðið jafnt Það er náttúrulega einn 50-50 spurning og ég ætla að byrja á að spurja þig, Rikki Ég spurði Egil, hvað kveikir í þér, hvað heldur hún að hafa sagt? Hvað kveikir í agli? Já, hvað var svarið hans? Já, það er frábær spurning Ég veit ekki hvað kveikir í agli Ekki bara einhver falleg sexy nærföt bara, þú veist, undirföt bara Nei, það var húmor, fallegt bros og hnepauðras Þú hafði mátt velja 1 af 3 Já, sko, ég er ekki Hvað sagðirðu? þrjá valmöðleika. Fallegt Sé hver ég eitthvað nærföt Ég veit Serðu mig eitthvað þefald eitthvað á nærfötum eitthvað Ég segi bara þefaðum, ég segi bara falleg nærföt Er það eitthvað perralegt? Nei, ég er gaman af hugulegu gæi yfir Sashi, ég veit ekki það en Gæjum, ég var að tala bara á Ég spurði Rikka sömu spurningu Egil, hvað kveikir í Rikka? Sko Núna er ég að velta fyrir mér sko Ok, maður þarf að lesa leikinn Svaraði, var hann honest og sagði bara hvað feikir í honum eða ákvæði hann að fara eitthvað bíó og... Hann var, ég myndi segja hann að vera honest Mjög honest okay. Það er 20 kveikir í Richie Það eru sexy gellur og raskar og sexy rassa og þetta er ég veit bara að þetta er það sem kveikir í mínum manni ef hann sagði eitthvað annað þá er það goddamn lie Maður er spyrja einu, fannst þið líklegt að ég seti hérna og sagt að sexy gellur feik í mér Það er rosa barnalegt var Nei Það er bara nú ég er að hjálpa þér sko. Má ég líklegt að ég sagt það og sexy raskut Það var, ef ég myndi spyrja hann, ég er ekki, hvað kveikir ég sexy gellur Það var basically eins og 12 ára sko. Finnst þið líklegt að ég sagt það var alltaf hreinskilin og alltaf satt bara Sko, ég reyna að hjálpa, ekki það, þú mátt svo svona að segja þetta Þú ert að En þú sagði að vera annarkvort á þessu tegn Já, sko, vill auðmorða þetta Ég segi hérna, hugulegu bakendi eða bara fallegt kvennfólk Nei, það voru þröngar æfingabuxur Það er ekki að segja Hvað eru þær? Hvað er æfingabuxur? Já, þá getur þú bara sagt kona Hvað er það að horfa á kálvan og fólki sem er þröngum æfingabuxur? Ákveður segir það ekki bara hvað kveikir ég kvennfólk Það verður mjög létt og þetta verður að vera aðeins En æfingabuxur eru náttúrulega Þú ert að horfa á ákveði svæðið það ekki, Richie Það er fólk er æfingabuxum, það ekki Ég bara sagði, þetta var mitt svar Þetta er eiginlega Herru, dómarinn segir ekkert stig Takk Þetta er bara hálfu punktur Rikki, ég spurði Egil Hvor myndi vinna slag í hringnum Hvað heldur Egil að sagt? Ég þekki Gilsaran og ég var ekki að hlusta en ég veist að hann hefði sagt orður rétt að hann myndi lemja með svo harðfisk Það er rangt, hann spáði þér sigri í hringnum Nei! Jú, sagði að þú hefði ræft box og ég veit ekki hvað það og sagði að hann ætti ekki Aftur rangt breyka það Já, ég geti mögulega unnið þetta Þú getur komist yfir, hvað sagði Rikki? Rikki veit alveg að hann æfði box Hann veit alveg að hann er repsa 120 í sporthúsinu, það fer ekki fram hjá honum Hann veit alveg hvernig standið hann er í þetta sko Hann hlýtur á að valið sjálfa sig Það er rétt, þú er komin yfir Dammit maður Egil er komin yfir Richie 1-0 0, Gilsi 1 Yes Ég spurði Ég ætti alveg með 1,5 út af æfingabuksunum sko. Ég spurði Rikka Hver er helsti kostur Egils og Egil, hvað er það sagt? Hvað sagði hann? Já, hvað sagði Rikki að væri þinn helsti kostur? Helviti erfitt koncept Þetta var náttúrulega mjög erfið spurning sko. Já, hún er krefendi Ég segi bara Rikki hefur kannski sagt að ég segi kannski geti verið þægilegur lítið vesen á mér og frábær tenebrósi svona poppar upp Nei, hann sagði að þú væri vinu vinnaðina Takk Já. Það er fallegt Richie, okkur sagði ég það ekki Fekst ekki stig en fekst hrós En tenebrósi er samt svona konceptið að vera tenebrósi er að vera vinu vinna sinna sko Já, þú Alltaf lægi, bara velta breyta bara öllum svörum Hvað, viltu bara vera með fullt hús? Og er ekki búin að svara einu rétt Til er fullt hús sko Rikki, nú spyr ég þig sömu spurninga Eða sömu spurningu Já, með mig Hvað sagði Egil að væri þinn helsti kostur? Bara svona þekkjandi Gilsaran og nú ætla ég að spila leikinn því að Egil er alltaf að fara í fyndnarsvarið Giska hann sagði að ég væri frábær fyllibitt Það er þá rétt þér Þetta er skilja Þetta var bara lesið Þetta var bara lesið dæmi Ást að hlera fram mér Nei, ég sverða það við líf barsins míns að ég var ekki að hlera Þetta er bara típist að öllum þeim mannkostum sem ég bý yfir og vinnuðin Þú auðvitað aldrei verið frábær fyllibitt Ég taldi 4 kosti sko
Þetta var 1 af 4 kostum. Ég sagði líka að vera mjög græður og að vera góð DJ og góð ferðarfélagi. 4 hlutir, Eina sem var jákvæmt þetta var góðu ferðarfélagi. Já, akkurat, það er sem ég vilja. Það er bara frábær vinur líka. Já, góður vinur sem var það sem hann sagði sko. Ég vissi þetta. Ég vissi þetta myndi koma. Og líka elskar jólin. Það er hrós. Já, frábær. Það er kjánalegt. Þá er það síðasta. Það er 1-1, það er spenning þessu drengir. Þetta er aldrei verið svona spennandi. Ég ætla að byrja á þér, Rikki. Í hvað eyðir Egill mest? Þetta er í hvað eyðir Egill mest? Þú veist, hann er alltaf í sömu peysun og joggingbuksunum í vinnu. Hann er ekki eða mikið í föt. Nei, en ég get staðfest það. Hann eyðir frábær spurning, maður. Ég ætla að segja hann eyði. Hann borgar ekki fyrir það heldur. Ég segi bara svona koffíndrykki. Nei, ég held þetta var gefið svar hélt ég. Áfengið? Ferðalög. God damn. Maðurinn er hálft ára á reyndar frábær punktur. Djöðlir í heimskur. Egill, hvað eyðir Rikki mest í? Sko þetta er erfitt. En ég verða vinnandi. Sko, ég ætla að veltast, ég er ekki að koma með svar. Ok, það vita allir að Rikki eða miklu peningu dýra bíla. Dýra bíla? Nei, ekki fés. Þú er búin að gera það frá ég þekti, sko. Ég hef aldrei séð á einhverjum Hyundai. Það er einhver 2 miljonar dýri bílar. Yes. Þetta er bara Hyundai, en það er glæni rafbíl, Hyundai Kona. Já, ég eitt ekki króni, en ég er ekstra. Það er miklu peningu dýrföt. Ég hef aldrei séð að flotta Hugo Boss peysu út af kvöldinu. Það er risastóri Boss stafir hamnaði, sko. Það veit alltaf hvaða merkið út í Rikki. Þú ert að fela það. Þetta sjá þess að, og síðan eyðir alltaf eðlilega miklu peningi mat, eins og allir vita. Og svo ferðalög, þannig að þetta er eitthvað að þarna. Ef áfengi líka, hann satt influencer frá þau veldig mikið. Nei, ég fæ ekki áfengi gef, heldur ég segja influencer. Ertu einu maður á landinu sem ert á samlingi á Nei, ég er ekki að gefa. Bílasponsor ekki, og getur þú fengið sponsor á áfengi líka. Af hverju hefur eitthvað sem er prómótera áfengi? Það væri gott samstarf. Ef þú getur bara að fara í samstarf við ríki. Það verður gott fyrir fjárhæðin þinnir ekki, þú myndir fá sponsor á alkohól. Það er þetta meina því að kaupa mikið áfengi eða? Nei, ég bara segja, það er frábært til buttuna það, sko. Hvað er þið frábæra fyrst í buttan með því? Ok, fyrst ég sagði bíla og hann svona gælta á mig, þá er það ekki það. Stróka það út. Sko, föt, hann er alltaf ykkurum helviti dýrum, ykkurum svona peysum sem er í. Við veitum söguna. Fyrst hann sagði ekki ferðalög hjá mér, þá sagði hann líklega ekki á sér. Þetta er matur eða föt. Þetta hlýtur að vera, hann getur alltaf ekki eðalega mikið matur. Matur er rétt. Hann sagðist eða langmest í rétt og við erum með sigur 2-1 fyrir Agli. Þetta er mikilvægt. Þekkið ekki og núna vonandi búin að kynast drengjarum aðeins betur. Hér eftir smá stund spurningkeppni Gillisarans, Völvan og seinni klefi dagsins. Þið eru að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957 en við erum ekki í beinni útlendingu núna því að við Rikki gerum konir hérna í klefan góða. Og ertu ekki til í þetta, Rikki? Já, alltaf til í góðan klefa. Sko, ég mikil klefamaður. Já, ég er með nokkrar hugmyndir. En svo fattaði ég að við Steindi tökum alltaf á nýja ári. Þá tökum við alltaf, ég hef ekki farið í sturtu sen í fyrra gríni. Já, það klikkar aldrei. Sem það er klassísku brandari. Nema nú er náttúrulega 7. janúar. Já, það er svolítið langt frá áramótum. Já, þannig að þetta er orðið svona hálf óþægilegt ef einhver er að taka þennan brandara for real. En ég var að spá hvort þetta maður skipta þessu. Okay. Þú myndir taka eitthvað sem þú þekkir. Því ég er búin að hringja og svo oft í alla sem ég þekki. Ég held að ég myndi ekki virka og ég myndi reyna að taka einhvern ókunnan. Ok. Hvern gætur þú hringt í? Svona fjölskyldumeðlim eða vin? Já, svona sem er datt kannski í hug sko, því að hún tala ég vil treyna íslensku sko, mamma sko, því ég er að fara í mat þar í kvöld. Ok, fíla. Og ég átti einhvern eftir að láta hana vita mig senkaði, þannig ég þarf ekki að ringi hana. Ok, hvernig myndi henni gruna eitthvað að þú ringir úr vinnusímanum eða betur hringir úr gemsanum? Ég held ég myndi hringja úr gemsanum, svona upp á það að gera sko. Þá setur hann bara alveg upp að mæknum og setur hann á hérna speaker. Ok. Gera núna. Já, og þetta er sko, hann talaði fyrst á bara eins það hérna. Já, með senki aðeins bara. Já, og segja svo við hann bara, herru, ég var að fatta þetta, ég er ekki búin að vera í sturtu sinni fyrra. Og svo bara kemur alveg smá þögn og eitthvað og þú máttu segja bara, já, svolítið land. En mér langar líka bara svolítið að heyra hvað mamma þinn segir. Tala í henni? Já, ég var að tala í henni, ég var að tala í henni. En hún talaði kæra á það? Ef hún er ekki með þannig og ef hún er með þannig og langar mig helst ekki að vita það heldur sko. Er hún single lady? Já, hún er það. Þá vonum við nú kannski að sé eitthvað gaur að hringi hana. Já, það er bara frábært, ég þarf ekki að vita það sko. Það er bara alls ekki sko.
Heldur hún sé að deyta eitthvað á þess að veitir að því? Hvað spurningar við þetta? Ég er ekki að svara þetta. Ok, sko, meðan að mamma henn tala við nýja kærasta sinn, þá skal ég bara byrja þetta á einhverjum ókunnum. Þannig að þú tekur seinna síntali. Alright. Hafsteinn. Já. Kóttu sæll og blessaði, Pálmi heiti ég Guðmundsson og ringi hérna frá Kapasinn, hvernig sækja það er? Jú. Erstu ekki brattur? Jú, það er lítur vel. Já, gott að heyra. Við erum bara svona að tjekka, ég ætla að hvernig fyrir nýja árið af stað hjá þér? Erstu bjartsýnn á árið? Já, þannig laga, það verður að vera það. Já, það er rétt sér. Ég hef nú fattað eitt að ég er nú ekki búin að fara í sturtu sem í fyrra. Nei, það má segja það sko. Það getur liðið til stund. Já, menna, það er náttúrulega komið 7. Það er komið 7. jan. Já. Já, ég fatt ekki að það væri komið svona mikið. Nei. Maður er að fara að henda sér í sturtu. Þessi brandar er náttúrulega ekki góður, þetta er svona seint. Nei, má segja það. Ég átti að taka þetta miklu fyrr, maður. Hvað heitir þú þeir? Ég heiti Pálmi. Já, Pálmi. Já, ertu búin að fara í sturtu sinni fyrir það? Já, það ekki, það lítur að þeirra. Það er ekki að spyrja mig, konan veit þetta allt saman. Já, nákvæmlega. Maður, þetta átti að vera fyndið. En svo fattaði ég bara hvað er seint á árinu, þannig að þetta er eiginlega bara hálfógislegt. Já, þetta er svona. Það er afsakað þetta, maður. Já. Ok, bye. Já, ég er búin að glemma hvað þetta er óþægilegt. Þá er búin að hitta Rikan upp. Hann sagði að kona sín myndi fylgjast betur með það fyrir sturtu. Lætur hún að fara í sturtu? Heldur að Kærós er búin að skella á hjá mömmu? Það er ennþá að tala hjá henni. Það er rosalegt. En sko, talandi eitt, Riki, nú er ég skilnaðarbarn eins og þú. Ég man þar að mamma ára að byrja að deyta. Búin eitt. Það er bara hluta af lífinu, þú veist það. Ég veit það, en þú veist, ég er all for it að mamma finni hamingju að gera, ég þarf bara ekkert endilega að vita það, sko, veist. Þú varst náttúrulega að kynnast mamma. Já, þú veit það, þegar að því kemur, ég er ekkert að fara að spurja hana, er þetta nýr kæra eða þú veist, það kemur bara alls ekki við, sko, bara alls ekki, sko. Og þetta er bara drull óþægilegt, sko. Hæ, Skan. Hæ, hvað sér þið? Ég var að heyra í ömmuðinni. Já, ok, ég var að tali. Ég ætla að heyra ég nú eftir en hérna skal ég segja, já, þú vissir að ég með senka aðeins út af lýsingunni kvöld. Já, ekkert máli. Já, bara 8-leitið eitthvað bara. Ég var náttúrulega að fatta það náttúrulega, ég er að koma til þín, ég er náttúrulega ekki búin að fara í sturtu sinni í fyrra, sko. Já, alltilega. Já. Og hvenær kemst í sturtu? Ég bara, ég þarf bara eitthvað að reyna að koma, þú veist, bara... Og þú getur farið í sturtu hér, bara beint inn í klefa. Já, þetta er náttúrulega... Já, þú sér bara til þess, Skan. Já, það er kannski bara morgun eða eitthvað, þú veist, þá er komið 7. eitthvað, þú veist, þá er... Náttúrulega, svolítið langt frá því fyrra. Ertu ekki búin að fara í sturtu síðan í fyrra? Já. Nei. Þú lífust því ekki. Nei, ég er ekki búin að fyrir sturtu sinni fyrra. Já, þetta er nú ekki líkt hér. Ég var að koma úr sturtu. Þetta er svo sem ekki líkt mér, ég veit ekki alveg hvað er í gangi, sko. Nei, en hérna, já, ég fer hérna. Já, ég fer örugglega bara á morgun. En við sjáumst alltaf í kvöld. Fyrir það, Skan. Ok, já. Ég þarf að tala við hann aftur, sko. Þetta var hræðið. Fyrst fannst mömmuðinni ekkert af því þú var ekki búin að fyrir sturtu sinni fyrra. Þar til þú sagðir henni hvaða mánadag það var í Já, þá svona, ertu ekki búin að fyrir sturtu sinni fyrra? Þetta var, gamla góða, hef ekki verið sturtu sinni fyrra og það er aldrei vitan en ég hendi Steinda í sama síntal næsta föstudag sem er ennþá ógeðslega. Það er hræðilegt. 13. janúar. Riki, henduði nú í sturtu áður fyrir að heitir mömmuðinni. Ég get farið í sturtu á henni reyndar. Já, það var þetta fallega bóðið. Þetta er Adele hér með Oh My God í FM 95 blöð. Og það er komið að dagskrárlið sem að heitir spurningakeppni Gilsarans og ef ég man rétt og þá er þetta hvað, King of 2023 sem er skrítið sem þetta er nýbyrja. Þetta er fyrsti þáttur. Hver áttur að eiga betra ár? Já,
Já. Það er svona könnunin hér. Veist, ég er bara forvitin, hver mun eiga betri ár. Og það mun svo komið ljós þegar við tökum þess að keppni aftur Hvernig mælur það? Er það bara í spurningunum? Bara kemur ljós, Richie, bara með spurningar og það eru 10, það er litið marga, þetta er best að byrja. Að reyna að setja hennir í 8 kannski. Já, ég veist. Og vill maður vinna þetta, það held að það sé. Já, Richie. Heldur þú að ferðist eitthvað með gils á árinu? Já, ég er að fara að gera það eftir nokkra daga. Já, þetta var að kíkja í afmæli. Mér finnst það ekki ólíklegt. Þannig að já, mjög hugsa já. Hörðu, 1-1. Og sé nú ekkert plana. Nei, þetta er sterk byrjun á okkur báðum. Kíkja United eða eitthvað. Já. Er að koma ný sería af Eddu verðluna þættunuðinum á þessu ári? Nei, já, því miður. Takk fyrir að blogga því. Tónlistamennir okkar byrja eftir nákvæmlega viku á sunnudaginn eftir viku. Það er Eddu verðluna þáttur. Það er rétt í þær. Og byrju, hvernig er þetta það en? Sunnudaginn eftir viku. Já. Fyrsti áttur. Nei, því miður, ég er ekki með duelna þátt fyrir allavega. Var ekki Richie fyrir til America? Var það ekki duelna þátt? Hefði vissulega mátt vinna en gerði það ekki. Ég elskar alltaf að geta þetta eitthvað drasl. Já, ég hefði mjög gaman að segja. Ástæðan fyrir að hann er ennþá alltaf í toppnum á Stöðu Plus er að dóttir mín horfir á hann mörgsum á dag. Elskar þetta sko. Þú bara ferðast til Bandaríkinu og ást, einu sem þú gerðir. Elska og ég líka sett á mig okkur 8 kíló á 3 vikum. Ég var til að sjá viðurkenni, til í aðra seríu þarna. Já, ég var veldig gaman að þessu. Já, takk. Heldur þú að fara í þröngar hvítar buxur á árinu? Mér finnst það ólíklegt. Ef það gerist þá er það fyrir annarkvort skets eða eitthvað atriði ásáttur. Ég er að meina bara, þú veist, þú bara ferði í Nei, bara, ekki, Richie, það er veldig líkt, þú ert líklegur hana. Nei, líklegur en ég. Já, ég hef ekki gert það samt í mörg ár og nei, ef ég var alveg hreinskilin. Hvað eru hvítu gallabuxurnar? Ég bara hendi þeim. Það er bara, kom eitthvað smá gatar og fastur blettur og eitthvað og svo bara sá ég að það er bara skrítið að gæði sem eru að fertur í hvítu gallabuxum, sko. En þú skoða fashion núna, bara það er svona, þú veist, skoðar Instagramið. Ég er það aldrei gallabuxur. Það fyrir líka bara pín eftir hverju. Þú getur alveg verið í þessum buxum á Ítalíu. Hvítar jakka, fata, þrönga buxur og sexy skór og skyrta. Ég get alveg, hvað sagði ég gallabuxur? Hvað, bara á einhverjum tímapunkti? Einhver tíma á árinu, bara Richie mættur. Já, ég ætla bara að segja já. Búm. Líi. Nei, samt hörru, mættu bara í hvítum. Ég ætla bara að mæta Herru, ég ætla að mæta í ammali á Gilva. Já, í hvítum buxum. Ég ætla bara að mæta í hvítum buxum. Mættu bara í öllu hvítu. Mættu bara í hvítu. Jó, svona white sensation shit. Sensation? Nei, ég mæti bara í svona hvítum sumabuxum. Ok. Þetta er ekkert eðlilega spennandi. Svo heldur þú verðir með þykkt og ekkert eðlilega fallegt svart hár á árinu? Takk, já. Ólíklegt. Ok. Ekki fæ ég punkt þarna. Blö. Já. You're trailing núna. Já, hvað, ekki gæti fikk stík. Þetta er ekki byrjað. Munur á mér og Rikka í síðustu spurningu. Ég gæti ekki eins og reynt að ljúga þessu. Það er samt, þú veist, það er alls konar tækni komin og allavega 3-2 fyrir Richie. Já, ekki skallin að fara að eðilegja fyrir mér enn að keppnina. Nei, vonandi ekki. Sko, vonum ekki. Finnst þér líklegt og skellir í hlutverkarleik á árinu? Og það er bara að það er líklegt. Einhvern tíma mætti inn á þátt og þetta hefur ekki komið fram. Það er náttúrulega bara einn besta saga í sögu F95 blöðu þegar þú varst fasteignarsali. Þetta er líka bara máli. Þetta er líka að margir gera. Hefur þú tekið hann aftur? Nei, ok. Akkur ekki fasteignarsali. Nei. Hvað tókstu þú, bifvélaverkjan? Nei, ég tók í bifvélaverkjan. Þú sagðir ekki fastan það? Nei, ég menna að þú veist Slökkvismaður? Sko, hlutverkarleik? Nei, mér finnst ólíklegt. Ég ætla bara, þú veist það hreinskilin, ólíklegt. Ólíklegt að mér líka, en ég veit að kona minna hlusta, ég er til, sko. Já, hvað myndir þú að leika? Hvað svona draumar hlutur? Rafvirki? Nei, því að hún myndir hlæja bara yfir einu var rafvirki, sko. Það myndi aldrei komin í gýrin, sko. Ég get ekki verið kokkur eða rafvirki, sko. Og ekki smiður út í það ég veit ekki, það var hægt að finna eitthvað. Já, ok, ekki þetta því að henda sér hlutverkleik. Það er 3-2 fyrir Richie eins og staðan núna. Kannski takk í fasteignasalan bara. Já, farið yfir húsið. Þú ert alltaf í flottum fötum. Finnst þér líklegt að einhver muni gigga í fleiri brúðkaup með þú 2023? Þið giggið mikið, þið báðir. Já, það eru söngur hérna úti sem að syngja í svona 50 brúðkaupum árið, myndi ég giska, þannig. Já, ég sko. Sérðu þennan sem situr á mótið þér? Já, hann er Nate Specialty. Wedding DJ. Já, ekki bara wedding DJ. Og veistlustjóri. Ég er búinn að bóka mig nú þegar í einhverjum 12 núna í sumar. Strax 12? Já, það er alltaf einhver. Hver er brúðkaup? Já.
Býttu hver toppar Richie hana? Það er, húst, það er Hvað er það rauka? Kipp og bjór og 2 dósir í vöruna? Nei, ég er 12 brúðköp, þú veit það mikið. Já, ég gerur svolítið út á þetta. Mér finnst það líka langt skemmtilegust kikkin. Já, og stendur þið Líka það er ekki allt út sérfræðingur. Það er ekki alltaf svona fullu reyðu frændi sem verður svona skammar. Nei, nefnilega ekki. Það er eiginlega svolítið búið bara, sko. Það er svolítið í Bandaríkjunum. En ég held samt að, þú veist, allir svona helstu söngvarar séu bara í hverju einustu helgi. Þannig ég get ekki sagt já hana, því miður. Ok, sko Samt skrítið, ég held að það Já, þú veist, það eru sumir sem eru hverju einustu helgi. Hvað er það, 3-2? Hvað, Jóhanna Guðrún og kannski hún syngur Já, og þá er þetta ekki ég. Ertu ekki að byggja reynskili svaraði það? Jóhanna Guðrún söng í brúðköpunni á systir minni. Fyrst er líklegt Sko, málega hún og Manswes Rosaleg. Og Paul Rosencrantz og það er svona fleiri sem sér að taka brúðköpur og pakka það saman. Sko, ég er að fara visslust í annarkvöld þar sem Sverri Bergmann og Jóhanna Guðrún syngja þannig að það verður alveg vissla. Hvernig á morgun? Já. Brúðkaup? Nei, vissla bara. Bara party. Já. Þannig að fólk er að mökka sér 7. jan. Já. Þetta er fyrirmyndar. Já, þetta er byrjað. Það er margir bara einhvern veginn koma sér okkar rættinni. Þorrablótinu var þetta inn okkur. Herru. Finnst þið líklegt að frúin gómiði í laumuhristingu á árinu? Von ekki. Hefur ekki gerst hingað til. En þú passaði líka vel. Já, maður fyrir vallega í þetta sport. Ég þekki eitt sem að svona kærulegs hana. Það er ekki mikið að passa sig þegar það er þetta. Er það hinn sem er að keppa? 9 ár síðan þetta gerði sko. Þannig að þú veist, jú, þetta er eina skipti, jú, ég lærði þið bara og nei, það er ekki líklegt að hún gera það. Þetta verður Breiðholtið það ekki, þú bjóst þar. Í leðursófanum. Hvað skiptir máli í hvað hverfið þetta? Leðursófanum? Varst þið leðursófanum? Já, það settist berrasaður leðursófanum. Þannig að rassinn festist við. Ég festist ekki. Þannig að þú komst ekki úr sófanum þegar þú kom. Nei, ég var ekki að komast neitt. Hvað átti maður að gera? Maður satt bara að horfa. Var hún pyrruð? Nei, hún bara, henni fannst það asnalegt og ég skil hana bara vel. Það var ekki gott til minninu og skrifstofu. Sport og svona daginn er ekki Það er ástæðan að mennur hættir að segja þér. Ég segja honum ekki neitt. Ég aldrei segja neitt aftur. Allur vinnustæðurinn vissi þetta eftir kortir. Já, ég var einhvern veginn að dekka með þessu fíblu og gera þau mistök að segja honum ég hef verið heppin í hátteginu. Það var einhver stærsti mistök sem ég gert í lífið minni. Þegar ég gjorde heppin í hátteginu síðan gerist aldrei alltaf. Ég gleymi aldrei inn á skrifstofu. Mættu allir inn á skrifstofu tíminn. Komið konaði í hristing. Og ég tók loforðan. Ég tók loforðan. Hann myndi ekki segja neina þetta. Hann bara, hvað tristu gilsanum, hvað heldur það að segja? Það segja ekki orð. Þú ert svo kvati í ríkinu. Þú getur treyst kallinum. Ég sko máli, Ritchie var sölumaður í sportsunum hann og Kristi Pálsson voru tveir hann sölumenn. Þetta var bara það, já, rosalega söluteimi sko. Þetta var bara það góð saga. Ég varði að segja allar og þresti frá þessu. Og sagðir öllum þetta. Og síðan sagði ég 2-3 viðbót. Og saga fóð sér einhvern veginn bara flug sko. Já, svo hefur hún komin okkur sinn í útvarpinu. Já. Nei, það er ekki líklegt að það gerist. Það er 3-2 sko. Á ég séns það? Já, þú átt sénsblu. Og það er ein spurning eftir. Og ég myndi hugsa þetta. Ég held að sko, út af því máli það er líklegt að þú bara setur ítir á grænantakkan og köttir þessar keppni bara út. En þú hugsa þetta þess, reyndu fyrir að ná í punkt. Þannig að þetta grínir þetta eimaða mér. Finnst þér líklegt að stundi samlíf á eldúsborði á árið? Ég er svona ítt á grænantakkan. Finnst mér það líklegt? Já, og þetta er, ég menna, með risa eldúsborð. Þannig að ítt á grænantakkan. Nei, ekki. Þú hefur gert þetta sko. Nei, mér finnst það ekki líklegt. Ok, Ritchie. Já. Þetta er your shit. Jep, er þetta my shit? Erður ekki, þú ert búin að vinna hvort þér. Grænitakinn er farin niður. Þetta er svo svalast í dag. Harry Styles með Late Night Talking hér í FN95 Blu. Og já, ég held að glöggi hlustendur ættu að vera að byrja að átta sig á því að eftir fíblaskapin í Agli þá förum við í virtasta lið FN95 Blu sem eru sturlaða staðreyndir og þær eru góðar í dag þó ég sé sjálfur frá. Og ég ætla bara að dempa mér í þetta. Eru tilbúin drengir? Já. Er ekki saur eða? Ég glemdi að gera saur sem er skita, talandum saur. Ég ætlaði að gera það áðan á hérna. Þetta er fínt að þú sett ekki með það. Þú tar góður í þess að það er bara ekki hægt að ekki skáða sko. Kannski kemur en ég að hugsa einhverja á meðan ég er að lesa þetta. Aldrei að vita hana. Þá segi ég ykkur eftir í lokin að við verðum eitt saur. Ok. Herðu, eru tilbúinir? Já. Fyrsta sturlaða staðarinn dagsins. Þú færð cirka 14, þetta er viðbjóður, talandi saur. Þú færð cirka 14 grömm af saur eða hlandi uppið þegar þú ferð í sundlaug eða heitan pott. En þú sleppir bara með munnin í pottinum. Já, þá væntanlega sleppir það. Það ekki? Hvað 14 grömm af saur? Já, að þú ferð í kaff
Já, hálf Það er heldur mikið að sauð Já, hálf Og ég er mjög duglegur að fara í sund og pottin sko Þú ert að geta sauður þar, Richie Og ert að fara hausinn niður og svona? Nei, gerum ekki mikið af því Það er reyndar Opin menn? það er kallt Þannig að það stingi mér Þess að þá fer ég Þú er beint í potun, þú ert ekki að synda þetta Ég er ekki að synda En þú veist, fyrir alveg í kaf Þú ert ekki að drekka vatni heldur? Nei, ég er ekki að drekka vatnið, jésus Þetta ekki það? Já, ég er að vera fertur Næsta Alltaf 10 já, þetta er eiginlega ógæslega staður Alltaf 10% fanga í Bandaríkjunum eru saklausir Það er heldur há prósent Já, maður tala með basically 5-10% stó Einn af hverjum 10 situr þá saklaus Það er heldur há prósent Já, og ég held að líka að slatta af þessu sem er mikið verið að berjast fyrir núna er marihuana sem sagt, þú hefur verið með marihuana áður sem að má núna í mörgum fylkjum þannig að það er orðið löglegt fattur og ætti í raunin að sleppa öllu því liði sko. Rétt að setja inn í saklaus Já, hugsa sér, þetta versta sem hún lendir í maður Næsta, rusla Já, ruslafólk eða fólk sem er að vinna á ruslabíl í New York þénar $300,000 ári eða 39 miljónir 2 miljónir á mánuði rúmar Þetta grínast Nei, alvöru, þetta er hátlauna starf Já, sko Væga sagt En mjög erfitt, það stóð líka Ég fór eitthvað aðeins að googla þetta betur og þetta er eitt erfiðast það er hvergi í heiminum erfitt að vinna á ruslabíl og í New York Það er vesen, það er komið til ruslun út þar Róttu faraldur og viðbjöður sko. Þannig að, en, þetta er alveg laun Frímerkja safna, nú er það fínt að vera með Steinda því að hann safnar frímerkjum, það gerði það í gamla dag og er með safn í bílskotnum sinni sem við höfum ekki ræða Frímerkja safn bresku konungsfjölskyldunar er metið á yfir 100 miljón pund eða 2 miljardar íslenska króna Það er rosalegt sko Já, hafið þið safnað frímerkjum drengir? Nei, en hvernig er frímerki metið? Þetta frímerki kostar 2 miljónir, hvað? Það er bara safnara sem að meta þetta er svipa liður að meta málverk og annað Supply and demand, svolítið bara Það er svolítið svo Garbage Pail Kids hjá Stoneman Já, nefnaður tölur fleiri í heiminu sem safna frímerkjum heldur en Garbage Pail Kids sko Ég hef ekki svona sleikt frímerki á bref sko Nei, hefur þú sleikt eitthvað annað? En svo salt fyrir tequila eða eitthvað djöfli Já, ég tíja þennan upp fyrir landa Hefur aldrei notað frímerki? Nei, ég aldrei gert En hafið þið safnað einhverju? Ég safnaði korfuboltamyndum Já, voru allir í Safnaði Poxi? Já, mjög duglur í Steindi líka án og ennþá allt Poxi Steindi hendir engu, það er ótrúlega Hendið þú hlutum, Richie? Já, ég hendi öllu Poxinu og ég hendi bara öllu Þú veist ekki horter Nei, út að henda cash, sko Við fléttum við myndu Er Pox verðmætt í dag? Nei, ekki Pox, en körfuboltamyndir og Garbage Pail Kids, já, það er þetta að selja Já, er þetta að selja körfuboltamyndir? Steindi basically miljardamæðingu og hann hendi aldrei hlutum, sko Hlýtur ekki að fundið einhvað í bílskotnum sem er verðmætt Næsta, Mariah Carey þénar yfir $3 miljónir eða $0,5 miljard bara á jólalögum sínum á hverju ári Þetta er Hún er set for life bara út af jólalögum Getur bara retire Nánast út af einu lagi, sko Já Það er ekki að menna svo Richie sem við erum með þetta á repeat og það helst frá 1. november Hvað ertu búin að hlusta á þetta lag oft núna? Bara í yfir hátíðinni Hvað heitir þetta lag oft? All I Want For Christmas Is You All I Want For Christmas, já Ég er búin að hlusta á svona kannski 40 sem Og þetta er 1 gómur á Íslandi, sko Bara hvað heldur sé margir svona eins og Richie út um allan heim, sko 40 sinnum? Er þetta upp á síðanlagið? Eitt af þeim, á top 5 Last Christmas með Vammer uppáls Ok, 40 bíðast á mikið mér Næsta Ljón sofa í rúman sólarhing ef þau borðið yfir sig Já, þú verður til að gera það maður Ég sef ekki borðað mikið fyrir svepp sko Sefur ekki? Nei, ég bara mægin er á fullu Það er ekki ljónið þér, hvaða stjörnumerki ertu? Fiskur, já Svo er það næsta árið 1982 hafði aðeins 43% pappa skiptum á bleiu Í dag er það undir 3% Þannig að gamli skólinn ekki mikið í þessu Í bleiunum sko Það var ekki mikið að skipta á bleium Nei Og já, ég hef nú sagt þessu nokkuð sem pappi spurði mig í tvekja rammalið þetta hvort ég verið búin að skipta á hann og hann var ekki að grínast Kristján Blöndal ekki mikið verið í bleiunum á sín tíma Nei, hún er fast að hálfa ógæslegt Ég er bara, já, hvað heldur, mér finnst þetta gaman Svo er það síðasta styrlaðarstæðin dagsins 78% NFL leikmanna verða gjaldþrota á innan við 2 árum eftir þeir hætt að spila Af hverju er það? Það er rosalega talað maður Það er þessi hraðskræða bíla og bling
bling. Já, aðalega bling held ég þar. En samt, ef þú kaupir bling, þá ættir ekki að, þú getur alltaf selt það aftur. Það er hlut að tína. Ég skil þetta ekki. Ég er ekki þeim sem svo úr og Rolex, þetta er bara fjárfesting. Það lækkar ekki verði. Já, en það bling sem þeirra að kaupa er eitthvað allt annað en það sko. Já, þetta voru sturlaðastarinn dagsins. Ég náði ekki að koma inn einu kjaftaðarna, en ég meðst það góða. Það var frábært hjá þér það. Mjög gott. Já, það voru heldur ferskar. Fínt svona að fá eitt eðlilegt á milli og það við erum fara allir í já, reyndar ekkert kjaftaði, þannig að völvan náttúrulega bara mjög virst völva, þannig að það er ekkert. Já, ég hlakka til að heyra hana. Völvan er næst og hún er alltaf í fyrsta þætti ásins. FM 95 Blu í samstarfi við Dine Out og Loop Jalapeno Lime Merch. Það eru Dine Out og Loop sem færi ykkur FM 95 Blu hér á FM 957. Við ætlum út að borða helgina, þá mæli ég með að kíkja á Dine Out og sjá hvað er laust og hvað þið getið borðað, og sjálfsögðu gjafabrifin þeirra líka sem er hægt að nýta á flest alla veitingastæði landsins, drengir. Hvernig er helginu? Við erum nú ekki að kveðja, við erum eftir að fyrir völvuna, en eru menn að fara út að borða helgina? Nei, þetta er smá gig í kvöld bara, rólegt. Gig í kvöld? Bara, já, 2 tímar og Lísa, núna strax til þátt og svo bara Lísa, svo beint í gig, svo heim. Varstu þið líka í útarpunni í morgunna? Já. Alveg dagur. Já, bara Ísa, sko. Þetta er veluminnir, Richie. Já, róleg helgi. það er reyndar, það er gott föstudagskvöld fyrir United og Tindastóls aðdáendur. Rétt. Og Keflavík, Tindastóls Keflavík og United Everton, og sjálfsögðu fyrir Everton aðdáendur líka. Þú lítur að setja þá United og Tindastól, eða ekki, saman á Loyalty bet. double. Já, aldrei að vita mikið um það. Lítur að vera double hjá þér. Góðu stöðull á stóluna líka. Já, Egill, Já. þú hafði samband við Völvu. Já, ég sendi bara mynd af andlitun á okkur. Já. Og fekk skýrslu fyrir árið 2023. Nú, ok. Og þetta er eins og bara fólk veit að þetta er smá lestur, þetta er náttúrulega skýrsla sem ég fekk. Já. Og þetta er einu svona ári. Ok. Þetta er bara fyrsti þáttur. En hvernig þá, já, tekur það bara árið mitt og... Já, ég byrja bara þér. Ok. Það skefum bara ég fekk þetta bara sett, það er Rauðum Blöðdal. Já. Og þessi völva sem er frábær kona, mjög skegg. Ok. Hún sendir á mig byrja bara svona, margir halda Auður Blöndal sé búin að toppa í lífinu því hann er búin að vera highly successful undanfarin 20 ár, en það virðist vera sem að drengur ná alltaf að toppa sig. Hann er auðvitað komin í risastórt hús í Fossvoginum, hann er völva, hann sér ekki hann uppgreiti húsnaða árinu, en hann nýti stærðin á húsinu með því að sæna inn au pair til aðstofa heimilinu. Aldrei að fara að gerast. Sko, málið er, ekki vanmeta þetta með bílskúr. Já. Er það ekki? Já, það er ekki að búa þar. Já, það er satt að taka til. Það er ekki eins og gluggja. Og svo Bölvan segir, þessi ráðning gerir góð hluti fyrir fjárhagsstöðuna heimilinu og samlífið. Já, frábært. Sko eftir að au-pairinn datt inn, þá gætt Blöð einbeitt sér að þeirri sem hann gerir best, að rakin cash. Og það er mættal út af því að hún segir að það gera, það er mættal út af því að börnin er svolítið tekin að, eða þú veist, þú bara minna álag þar að sjá þau, alltaf, ekki? Náttúrulega að menna það, hún rögstiður þetta ekkert, skilur? Nei, klára þetta bara. Sér segir hún, Blöð rakarinn það miklu money á árinu að gamla viðunumna hans verður tekið upp aftur, cash. Og Aldrei verið með það viðunumni. sér segir hún, hann var kallaður cash í mörg ára á sínu tíma eins og allir vita. Nei. Og það frábæra viðunumni kemur með comeback 2021. Það er rosalega voru kallaður cash Auðun Cash Blöndal. Ég er að vera kallaður cash núna, ég ætla að hlusta á völvuna. Síðan segir hún, Blöð heldur áfram að toppa sig í ammælisvikunum sinni og tekur efstu 2 hæðirnar á edition undir ammælisvikuna. Já, ég held að það myndi kosta svona cirka 30 milljónir. Það setur hann Gilsa í penthouse-svítuna og kemur honum á óvart með að setja hennar litla huggulega mörgjas í rúmið sem er a nice little touch, segir hún og Völvan. Nice little touch. Eins og allir vita er Blöð andlit Michael Jackson á Íslandi og hann var því miður búin að gefa út að taka aldrei aftur Jackson opinberlega, en Völvan getur glatt þjóðina með því að hún sér hanskan og hattinn koma fljúandi til sín hérna. Þannig það lítur út fyrir að Auðun Blöndal taki Jackson one last time, en Völvan sér ekki hvar og hvenar. Nei. Nú er þetta bara búið hjá Auðun Blöndal og segja lækningi við skalla finnst á árinu, en lækningi við skalla finnst á árinu, en Auðun Blöndal fattar að það fer nú betur að vera snóðar með hár, þannig að fer ekki meðferðina þrátt fyrir að lækningin detti inn, sem öllu fyrst vera frekar mikið baller move. Og ef ég ætla að summa árið fyrir Auðun, þá er það year of traveling, sex and cash. og Völvan endar alltaf svona, þetta er sáttur Auðun? Já, sko,
eina sem ég skrítið þessu að völvan með sama orðaforð og þú. Traveling sexy cash. Ég get ekki bara sagt Ég verð að viðkynna það, ef þetta hefði verið mig. Ég hefði tekið þetta sko. Ég verið mjög sátt við þetta sko. Er ekki bara alltaf lagi? Alveg hirt verið spás og sem. Og það komið að Ríkard Óskar Guðnason. Ríkard hefur átt frábær árundafæri svo öll þjóðinu tekið eftir. Heilt yfir sýnist mér í fljótu bragði að Ríkard eiga enn eitt frábær árið en við skulum rýna í þetta, segir hún. Það hæður og læðir svo hjá öllum, segir hún. Janúar frábær mánuður þá Ríkard. Hann duglegur í ræktinni, æfir mikið, lýsir leikjum og skemmtir í veislum helgar. Í febrúar hins vegar lendir hann í smá erfiðleikum. Það lendir því að Þórhallur tekur hann í spjallin og skrifstofu og segir Ríkard að það sé skipulagsbreytingar og því miður Ríkard rekinn af sín í febrúar. Þetta er ekki, ok. En mögulega þetta er bara sem völva segir. Kannski bara að missa vinnuna. Frábært. Ríkard lappar út af sín í hvítu buxunum sínum og sest upp í luxusbílinn ósáttur. Já, það. Og hérna ég er bara sjokki. Ríkard ákvað hins vegar að vera jákvæður og horfa fram á veginn. Þannig þetta er svona margt jákvæð í þessu. Í lok febrúar Ríkard að gigga í brúðkaupi í Búðardal þegar hann lendir í þeim leiðendum að sopna á DJ-græðunum. Og það næst myndskeið af því sem því miður fer væral út allan heim og ekki hjálpa það að Ríkard er búin að míga í sig líka á græðunum. Þetta grínast það. Þetta er ekki svona fyndið. Ég er bara að lesa sem er sagt. Já, ömulegt. Ég er bara að lesa þetta. Að ég sé rekinn, sopna og mígi í mig. Þetta er ömulegt ásögur. Sko, þetta er ekki svo búið. Kontum eitthvað jákvæmt. Þessir erfiðleikar að missa vinnuna á sín og missa brúðkauskikkin gera fjárhæðin eðlilega hans erfiðari og neyðist að Ríkard að setja sig svo í þrótt hausti. Og Ríkard er duglegur í ræktin í atvinnuleysinu og tekur átak eins og er þekktu fyrir. Það hins vegar endar ekki vel því að missir handlóð á liminn á sér sem er svo ónótæfur eftir það. Ertu sáttur, Ríkard? Er þetta árum þetta? Þetta er samt að þetta er verra. Nei, ég er stjóka. Þetta er verra. Eina sem á þetta gerist þetta er að deyja í dómstokinu. Nei, hún sprelli lifandi loka á sko. Já, hvað þá? Það var sannlega ekki að versta sko. Það með þið gerð sko. Nei, þú veist, það var margt positíft þarna sko. Hvað var positíft þarna? Þú veitir, sopna og míg á sig á DJ-græðunum í Búðardal rétt eftir að missa vinnuna. Þvæl er þetta maður. Það er ekki sannar fyrir velun, þetta kjaftaði. Hárið Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem færi ykkur F95 blöð og ég þeir ekki búin að ákveða hvað er að horfa á leikin í kvöld Manchester United Everton og þá myndi kíkja í Keiluhöllina. Þar er allt til alls. Þú getur farið í karaoke, þú getur farið í keilu, þú getur farið í pílu. Fengið kaldan, fengið Pepsi Max, getur fengið pizzu, ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að tjekkið á því, annars er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur, drengir. Já, sveið með það. Rikki, takk fyrir að hlaupa í skarðið fyrir Veigan Junior. Já, bara mín og ránaðin. Vonu nú að hann er búin að missa núna bæði í blöðkastinu og F95 blöð. Hann verður vonandi mættur í blöðkastið á þriðjudaginn. Sem verður þinn síðasti þáttur í smá tíma því að þú ert að vera til tenni. Þú er ekki þetta næsta första. Nei, ég missi af sko næstu 3 F95 blöð. Já, það er, þú getur verið að missa fyrirlega bandið í leiðinni. 13, 20 og 27. En ég fæ vantarlega Top Menace og Mushroom og Peter Johan og það verður, ég lofa hlustendum það kemur maður í mannstað og við munum finna eitthvað skemmtilegt konsept og ég verð með bara eins og ég var kannski að ræða eitthvað lauslegan. Ég ætla að taka blöðkast special úti í mynd þar sem ég fæði Coldfather og Hjöppa í sérstakar Tenerife special þátt on camera 4K Ocean View aukaþáttur í blöðkastið á sem ég tek úti. Þannig ég er ekki bara í fríi með allt niður um mig. Nei, en síðast þegar við vorum í fríi og vorum í mynd á tenni takta upp svona 3 tímum fyrr annars er komið að lokum. Góða helgi kæru hlustendur og við heyrumst vonandi á þriðjudaginn annars bara næsta föstudag.